af því að líður nú senn að því að ég fer að hætta að predika, að það langar mig til þess að fara yfir efni á meðan ég enn stend í lappirnar fáeina spádóma. Þessi mynd hérna sem þið sjáið, hún tekin úr sænskri mannkynssögubók. Og þið takið eftir því að hún fer ekki aftar en til ársins 3000, sem að ágætt staðhæfing. Því að einhvers staðar á bilinu 3000 til 2300 kemur Nóaflóðið. Og eftir það fara menn að byggja musteri og hús og búa meðfram Efrat og Tígris. Ég hef ekki breytt neinum ártölum, en ég hef bætt fáeinum ártölum inn í þessa mynd. Þannig að hún mjög áreiðanleg. Og þróunarkenningar sinnar, þeir vita það að þeir geta ekki farið aftar með menningarsögu þessa heims en til það bil 3000 fyrir Krist. Þeir komast ekki aftar. Allt sem fyrir aftan það bara getgátur. Hér sjáum við svipaða mynd. Þessa mynd sótti ég í tímaritið Time. Og þeir takið eftir því að Sumer, hérna efst á blaðinu, Sumer þarna efst á blaðinu, þeir fara ekki aftur með það en árið 3000. En eftir það stökkva þeir upp í 500.000 og svo 2 milljón ár. Og sagnfræðingar segja mér að maður þakka fyrir að komast aftur í árið 3000 svona nokkurn veginn til þess að vita hvað hefur á sér stað. Þannig að það ekki bara einn, það eru margir sem staðfesta það að hin raunverulega menningarsaga þessa heims, hún fer ekki aftur fyrir Nóaflóð í raun og veru. Og það passar mjög vel við Biblíuna. Við ætlum að kíkja stuttlega á eitt merkasta ríki þessa heims. Biblían talar að þetta, ég má nota svona táningamál, að þetta hafi verið flottasta ríki sem nokkuð tíman hefur verið til. Og mér finnst persónulega mjög gaman að kíkja á þessar myndir. Þið sjáu hérna turninn og hann heitir Undirstaða alls heimsins. Það nú ekkert smáræði að taka þannig til orða. Ekmananki. Þetta hornsteinn alheimsins. Þeir voru svolítið ánægðir með sig þarna í Babylon. Og svo sjáu hérna stærðar hlutfallir þegar fólkið að ganga yfir brúna. Þetta eru gríðarlega voldugir múrar og ég held að með þess að sjálfur Trump megi öfundað af því að hafa svona flotta múra. En hann á ekki fyrir því, hann bara skilur það ekki. En hvað það? Og hérna sjáum við þetta fræga Ístarhlið, en Ístar var gyðja. Og það ofboðslega fallegt
djúpblár litur, mjög erfitt að búa hann til og svo eru hliðið skreytt með verndarvættum. Hérna sjáum við að öllum líkindum alvöru mynd af Nebúkadnesar. Þessi gula mynd hérna tekin úr guðnum sem að Nebúkadnesar tilbað, hann hét Marduk, og þetta augað úr þessum guði. Og það álitið að þetta sé mynd af Nebúkadnesar, sem ekkert ólíklegt. Þetta landsvæði Babýlonar, en miðað við það sem að Daníelsbókin segir, þá var það mörgu sinnum stærra. En þetta svona það sem að fræðimenn nútímans telja það hafi verið. Og svo til mynd sem rist í steinvegg af turninum, og við turnin sjáum við hérna mynd af manni. Það sést betur á næstu mynd. Þannig að við vitum hvernig turnin leit út sem að Nebúkadnesar lét búa til. Og hérna fræðimaður sem staðfestir að þetta sé áreiðanlegt. Nú, Ísraelsmenn, þeir töldu sig vera Guðs fólk. En hugsið ykkur, þeir hegðuðu sér verr heldur en heiðingjarnir. Og þess vegna sendi Guð heiðna þjóð, ég má segja það á svona einfaldan hátt, til þess að taka í Ísraels menn. En þeir ætluðu aldeilis ekki að gefa sig. Nebúkadnesar kemur sjálfur fyrst 605 og svo kemur hann aftur 597 og síðast koma Babýloníumenn 88-86 og þá ekkert eftir að borginni. Musterið hrunið sem Salómon byggði og það búið að brenna allt sem brunnið gat til ösku og það búið að rífa niður alla múrana. Og tugþúsundar Ísraelsmanna eru komnir í herleiðingu. Ég hef oft velt þessu fyrir mér. Getur það verið að þeir sem telja sig Guðs börn, að þau hegði sér stundum verr heldur en svokallaðir trúleysingjar? Já, segir Guð, því miður, það getur farið svoleiðis. Og konungurinn tók fríða unga menn frá höllinni og ætlaði að mennta þá og gera þá að embættismönnum. Og hér sjáum við 4 þeirra og þeir eru aðeins 18 ára gamlir. Og þeir hefðu alveg getað sagt við sjálfan sig, Guð, hvað ertu að gera? Af hverju ertu að handtaka okkur og fara með okkur í útlegð? Af hverju þurfum við að verða þrælar einhvers konungs sem býr langt í burtu? Og þetta eru gyðinganöfn þeirra, Hananja, sem hefur með náð að gera, og Daniel, Mísael og Asarja. Vitið þið hvað Daniel þýðir? Það rosalega fallegt nafn. Guð verndari minn í dómnum. Guð verjandi minn í dómnum. Það aldrei flott nafn.
Þá það, eins og þú hefur örugglega heyrt áður, að Daniel Nebúkadnesar dreymir draum. En hann ríkti yfir landi sínu í 43 ár. Og hann var að velta því fyrir sér sem að við veltum oft fyrir okkur. Hvernig verður framtíðin? Og Guð svaraði Nebúkadnesar og sagði honum hver framtíðin yrði. En Nebúkadnesar, hann gleymdi draumnum. Og þá það Daniel sem fréttir það að konungur ætlar að drepa alla skólafélaga hans og alla spásagnamenn og særingamenn og spiritista. Sumir eru giftir og eiga börn og Daniel fannst þetta alveg ferlega hörð ákvörðun hjá konungi að drepa allt unga fólkið af því að það gat ekki sagt honum drauminn og þýðingu draumsins. En þá það að Daniel tala við Guð sinn og fær að sjá drauminn og kemur til Nebúkadnesar og segir við hann: þú sást stóra styttu og höfuð styttunnar var úr gulli. Og Nebúkadnesar, þú ert gullið. Og ef þú telur konungana í Ópererbókinni 17, sem eru 7 talsins, þá Nebúkadnesar fyrsti konungurinn. Sjáðu hérna hvað þetta merkilegt. Nebúkadnesar fékk að heyra það að eftir hans daga myndi koma nýtt ríki og hann sagði: nei, ég held nú ekki. Mitt ríki verður 1000 ára ríki að minnsta kosti. Og þess vegna bjó hann sér til styttu eins og hann dreymdi sem var 60 álnir á hæð og sökkullinn 6 álnir á breidd. Og hann var með 6 yfirmenn sér til hjálpar og hann var með 6 hljóðfæri í hljómsveitinni fyrir utan mörg önnur. En þessi eru talin upp. Sjáu þið hvernig talan 6 gengur í gegn. Ekki talan 7 og ekki talan 10, heldur talan 6. Því að á 6 dögum skapaði Guð himinn og jörð. Og það ætla ég að tilbiðja, sagði Nebúkadnesar. Ég ætla ekki að tilbiðja skaparann, ég ætla að tilbiðja sköpunina. Og nú ég búinn að búa til styttu sem lítur út alveg eins og ég. Ég skaparinn en ekki Guð og allir verða að tilbiðja þessa styttu. En Guð sagði við hann: draumurinn sannur. Á eftir þig kemur annað ríki. Það verður ekki alveg eins flott eins og þitt, Nebúkadnesar, en það verður samt sem áður stórt ríki. Og hér eru vinirnir 3, Sadrak, Mesak og Abednego. Og nú heimtar konungur það að allir falli fram og tilbiðji þetta líkneski. Og þarna var gífurlegur fjöldi af fólki. Og strákarnir 3 þeir sögðu: við munum aldrei beygja kné fyrir þessu líkneski. Við munum aldrei tilbiðja það sem Guð hefur skapað. Við viljum tilbiðja hann sem skapar. Og þá sagði Nebúkadnesar: ok, þá hendi ég ykkur inn í eldsofninn. Og þeir sögðu: allt í lagi, gerðu það bara.
en við munum ekki beygja kné okkar fyrir þessu líkneski. Þó svo að þú hendur okkur inn í ofnin og við munum allir deyja. Og það sem að strákarnir líka vissu, það var að það myndi koma ríki á eftir ríki Babýlonar, að það myndi ekki standa að eilífu. Og þeir hent inn í þennan eldsofn. Og hér mjög einföld lexía, vinir. Ef Jesús með þér, þá getur hinn illi, Satan sjálfur, ekki gert þér neitt mein. Jesús, nærvera Jesús, frelsar, varðveitir, ver þig frá öllum árásum óvinarins. Og þegar að Nebúkadnesar horfir inn í ofnin, þá sér hann fjórða manninn þar og honum finnst hann líkjast Guða syni. Býtum nú við. Hafði Daniel sagt honum frá Guði? Ég alveg viss það. Þegar Daniel réði drauminn, þá sagði Daniel Nebúkadnesar frá Jesú sem myndi koma, gefa líf sitt og deyja fyrir syndir okkar mannanna og rísa upp á þriðja degi og verða konungur konunganna og drottinn drottnanna alla eilífð. Já, eldurinn hann nær ekki að kveikja í börnum Guðs. Ekki einu sinni atómeldurinn ef hann skyldi eyða jörð okkar áður en að Jesús kemur aftur. Þegar að frumefnin bráðna og gufuhvolfið hverfur og rúllast saman eins og bókfell. Hérna svolítið merkilegt kvikindi. Þetta Guðinn sem að Nebúkadnesar tilbað meira en nokkurn annan Guð. Og við hliðina á sér hafðan þennan Músúsú. En það þetta kvikindi sem þú sér þarna til hægri. Og Guðinn hét Marduk, en leyfðu mér að kalla þetta kvikindi. Þetta algjör kvikindi sem þarna á verndarvegg Ístar hliðsins. Slönguhaus, nöðruhorn, sporðdrekahali, kattardýrs löpp, ránfugls klær og skeldýrs búkur. Þetta var það sem að Nebúkadnesar tilbað. Og nú komum við að svolítið alvarlegum hlut. Það voru líka ljón sem að skreyttu Ístar hliðið, en Guð var búinn að vara Nebúkadnesar við og sagði við hann, ef að þú heldur áfram að tilbiðja þessi samsettu kvikindi, þá munt þú verða eins og þau. Sagði Nebúkadnesar. Hvernig heldur að þú getur breytt mér í slöngu og gefið mér kattarklær? Og Guð eiginlega svaraði á móti Nebúkadnesar, ég veit að þú veist ekki að ég skapari himins og jarðar. Og ég get farið með lögmál náttúrunnar eins og mér sýnist.
og hér sjáum við uxa. En svo var það einn góðan dag að Nebúkadnesar var alveg hrikalega montinn. Og það stendur í Daníelsbókinni, þegar konungur 12 mánuðum síðar eftir að Daníel var hann við, var eitt sinn á gangi í konungshöllinni í Babylon. Þá tók hann til máls og sagði, og hér kemur það, þetta ekki sú hin mikla Babylon sem ég hefi reisa látið, að konung setri með veldistyrk mínum, tign minni og frægð. Ég mestur og bestur og frægastur og ég get allt sem ég langar til. Já, ég veit ekki, ég ekkert endilega sammála næstu mynd, en leið og Nebúkadnesar var búinn að segja þetta, þá rættist draumurinn sem hann hafði dreymt sjálfan sig og Daníel túlkað undir eins. Nebúkadnesar var rekinn úr mannfélagi og át gras eins og naut, og líka með hans vökvaðist af dögg himinsins og síðir óx hár hans sem arnar fjaðrir og neglur hans sem fuglaklær. Jæja, Nebúkadnesar, nú ertu orðinn það sem þú ert búinn að tilbiðja. Vinir, þetta gildir ekki bara Nebúkadnesar. Það sem við dveljum við, það sem við lesum, það sem við tölum það verðum við að lokum. Það þarf ekki að verða eins gróft eins og þetta, en hér vildi Guð segja við Nebúkadnesar, þú tilbyður alls konar skrímsli. Og nú ætla ég að gera þér þann greiða að breyta þér í eitt svona skrímsli. Og þegar að 7 tíðir hafa gengið, þá ætla ég að koma og heimsækja þér Nebúkadnesar og spyrja þig hvort þú vilji vera svona áfram eða hvort þú vilji losna úr þessu fangelsi. Og auðvitað vildi Nebúkadnesar losna úr þessu fangelsi og Guð varð við ósk hans undir eins og hann varð heill maður og meira en það, hann varð kristinn maður sem tilbað skapara sinn og frelsara af einlægni þar sem eftir var ævinnar. Ég ætla ekki að halda áfram, en næst tökum við fyrir næsta ríki og það ríki Persa og Meda. Og þetta líka til að sannfæra þig að 7 ríki verða til áður en Jesús kemur aftur. Við að telja þau: Babylon, Medar og Persar, Grikkir, Rómverjar, kirkjan, kommunismin, Bandaríkin. Þessi 7 ríki verða til áður en Jesús kemur aftur. 7. ríkið var til 1991 þegar að Sovétríkin dóu. Og 7. ríkið á að ríkja stutt. Okkur er ekki sagt hversu stutt þetta stutt á að vera, en það á að ríkja stutt. Vinir, þangað eru við komin í mannkynssögu þessa heims. Og ég bið þess að Guð
gefa okkur kraft og styrk til þess að halda út þangað til Jesús kemur aftur. Amen.